Shamle með Frekadór, Ötta og Sveppa og þvílík tilvílun því að Ötta og Sveppi sitja einmitt hér í stúdíó FM 957 akkurat þessa stundina. Sveppi, ertu velkominn. Sallana. Sællvinnur, hvernig ertu? Já. Eða ekki? Solid. Solid eftir páska? 8. Ertu solid 8? Já. Þá ertu yfir pari 7. 7-5, hækkaði upp í 8. Ok, námyndur upp í 8. Já, ég fíla. Og sérðu, það ekki verra að vera með svona tónlistamenn. Við getum bara flakkað á milli laga. Við erum oftast með Crazy Bastard í byrjun. Já. Nýja hjá okkur núna, það er að vera með Shamle. Ó, já, kallið minn. Og já, fólk sem er ekkert endilega bara í kringum okkur vill meina að þetta sé einhver 2 bestu lög sem að gefa nefn út á Íslandi. Já, það er dálítið leiðilegt að hvoru þeirra hefur komið út á geisladisk. Það er þetta rétt. Og við ættum að gefa þetta út á disk fyrir sumari. Þetta getur verið aftur sumarsmell. Viltu gera þetta nýju sumarsmell? Loksins fáanlegt á geisladisk. Já, þetta er bara fínasta hugmynd þér. 2 laga diskur með Ötta og Sveppa. Já, kostar bara 399. Já, og rennur allt í gott málefni? Nei. Jú, okkur. Við heyrðum bara þetta bara. Það er ekki fínt málefni. Já, það getur logið því svo. Þeir heftir. Það er svo þegar maður safna dót og tombólu. Já, fórst aldrei með það í Rauðakrossin, þú varst búin að halda tombólu. Já, ég gerði það með þetta. Já, en ég viðurkenni að maður tók alveg eitthvað smá fyrir nammið og vinnuna, sko. Það var svona, ég er búin að leggja hart að mér þetta, ég á skilið smá bland í póka en svo fyrir allt hitt í Rauðakrossin. Já, allt hitt er gott, sko. Það er líka allt í lægja, því að það er líka þá bara hvetjandi fyrir mann að gera þetta aftur. Já. Það því að maður getur ekki endalast unni frítt, sko. Ekki sem snarruglega 12 ára úlingur allavega, eins og ég var. Já, ég þurfti að, það þurfti alltaf að vera eitthvað gulrót. Já. Ég þurfti að fá mitt. Auðvitað. Já. En við erum mættir hér helferskir eftir páskafrí. Strákarnir, hafðu það ekki gott páskana, Sveppi? Jú. Já. Ég hafði það bara ljómandi. Jú, samt, það er ekki sterkt já, segir. Jú, þýðir oft nei. Já, það. Já. Nei, ég hafði það mjög gott, sko. Já, ok. Ég var alveg sultuslagur maður og var í bústað og... Já, bara með familíunu upp í bústað? Já, alveg bara gerði ekki neitt, sko. Nei, áður það ekki vera þannig. Bara göngutúra maður. Þegið, fórstu göngutúra? Jep. Ok, gaman að þig. Hverjum deg. Rúmlega hálftíma. Já, og svo át maður þessu svín. Já. Ég á bara mjög erfitt með að horfa á súkkulaði í dag. Já. Ég fekk 2 páskaði gefin svo ég kláraði það bæði. Já, ég reyndar sko, við keyptum okkur númer 5 hjónin. Já. Og við átum svona megni að því bara í gær, sko. Nú bara annan í páskum. Já. Já. Það var einhvern veginn. Þú náðu að halda í þér. Já, þetta er ekkert eitthvað sem er eitthvað kreifing fyrir mig, sko. Nei, ég hef reyndar aldrei verið eitthvað rosalega páskaði ekki að kalla. Það dætt eitthvað, þetta núna eitthvað. Ágætt með mjólkuglassi svona. Já, ég passaði alltaf. Ég set mjólkin inn í fristi, sko. Rétt, ég veit ég er að fara að fá páskaegg og setja mjólkin inn í fristi. Býðþangtum alveg við frostmark. Þannig að það vartum í ískalda mjólk og... Já, en það er ekkert verra. Mér finnst líka, ég get ekki borðað heitt súkkulaði. Nei, ég geimi það líka inn í skap. Já. Það þarf að vera alveg ískalt súkkulaði, sko. Já. Ég er bara að borða súkkulaði og ef það er heitt þá er það ekki neitt. Nú, það er bara þannig. Þú vilt ekki hafa, en ekki eins og volt? Nei, ég er ekki hrifinn af neinu sem er heitt. Nei, það er samt mjög gott að bræða súkkulaði og setja yfir eitthvað dæmi, sko. Eins og Maja systir, hún gerir stundur svona massósu. Já. Síkala gott, þá er bara búin að bræða súkkulaði og setur það yfir ís og eitthvað. Já. Það er illa gott. Ef ég fæ mér ís og svona, fæ mér aldrei heita sósu með. Nei, ekki? Nei. Já, ok. Skrítið. Allt sem er heitt er ekki neitt. Já, þú varst búin að segja það. Fékkstu málsátt? Já. Já, hvað var hann? Það var ekkert eitthvað sleikt á þér olbúan, hvað þetta er gott páskaegg. Og fékkstu þér nissaðan páskaegg? Ég fekk 1 nissaðan þetta frá vinnunni. Og svo var hinn, sko málið er það, þegar ég fór svo í matabót til mömmu á á páskadag. Og hún var með svona í eftirrétt að fengi allir páskaegg nr. 1. Já, það er alltaf þannig að mig líka. Já, bara svona 1 lítið og inn í því var náttúrulega málsáttur frá Freyju. Og Maja systir fekk eiginlega málsáttin, hún var svo svekkt hún Maja að ég skildi ekki að fengja hennar egg. Ég bara, fólk valdi sér sæti og ég settist og sko Maja systir fekk málsátt sem hún vildi meina að ég átt að fá. Já. Hún var alveg brjáluð og ég lesa hann fyrir þið. Já. Heimska og hroki vaks á sama tré. Maja systir ég kveldan og hún vildi meina að ég átt að sitja í því sæti. Já. En það kannski, sko, viljum þá meina að þú sett heimskur og hrokafullur? Nei, ég held hún að bara vera að stríða mér. Já. En hún er hvorki heimsk nýja hrokafull. Sjálf. Málið er bara það, þetta er gott, þetta er bara svona áminning. Já, reyndar. Skilurðu? Það þarf ekkert endilega við þig. Nei, en veistu hvað við gerum? Hvað? Við tókum þetta lengra. Nú? Við lékum málsættina. Og fóruð í göngutúra?
og göngutúr sko. Eftir maður, þú fórum mér náttúrulega í rosa göngutúra bara daginn. Svo þegar það var matur... En hvernig leikur Heimsko og Roki? Já, þetta bara challenge. Þetta bara já, fóruð þið bara í Actionary? Já, Actionary sko. Ok, er það hérna, þú veist... Heimskur... Þú veist, þá bara gerur eitthvað, leikur heimskan og leikur einhvern sem hrókafyllur, veist, það var mjög... Og hefnaðist það? Nei. Það reyndar ekki, þetta voru með svo skrýtna málsætti en hugmyndin var góð. Já, það nefnilega komið svo margir skrýtni málsætti núna. Má aldrei vera sami málsætturinn árið eftir árið. Það þurfa alltaf að koma með eitthvað nýja því að sumt af þessu bara kjaftaði sko. Nei, sko... Þú veist, hvað var þeim bara gömlu góðu? Já, þarna kemur til dæmis Heimska og Roki vaxa á sama tré. Þarna ert þú að segja að þessi málsættur eigi til dæmis við þig. Nú. Með að segja að sumi málsættur séu bara kjaftaði. Það er kannski að því þú skilur það ekki. Já, það er eitthvað rétt. Ég hef oft viðurkennt það. Ég er náttúrulega svo skarpast í hérna, sko. Þú ert ekki bjartasta ljósi í seríu því? Nei, en það er mesta ábyrgðin á henni. Ég vil ekki sjá ábyrgð. Við erum hérna með flottan þáttandekur í dag, kæru hlustendur. Aprílkapp FM 95 Blöð heldur áfram. Við vorum með það í fyrra og ætlum að gera aftur núna. Nema við Björn Bragi hringdum í vin okkar í fyrra, en nú hringdum við Sveppi í fyrirtæki hér í bæ með aprílkapp, en já, svo vildi svo leiðilega til að það var ekki 1. apríl heldur 2. apríl. Ó já, þetta er legendur í Símdal. Þetta er súrt en skemmtilegt. Svo er Gettu Blöð á sínum stað. Logi Bergmann kemur hér á eftir og stjórnar Gettu Blöð eins og herfóringi. Sturla staðnendir. Hemmi Gunn hjálpaði okkur Sveppa að hrekja móði mína. Já. Við tókum það fyrir í dag og það er veisla. Þannig að við erum, já, bara helfeskir hér eftir páska, ekki satt, Sveppi? En við ætlum að byrja þetta á, já, einu rólegu og fallegu. Og það er hann Bruno Mars. Ég sagði reynda brandur daginn sem að Hjöppa fannst aðeinslur. Já, hvað var það? Þá kallaði hann Bruno Mottumas. Ég læt Bruno Mars stundum heyra þetta í þessum þætti. Segja hans er vælikjó en hann er ágætur söngvari. Og þetta lag har svona vex á manni. Mér finnst þetta allt í lagi í dag. Hann er bara reyna ekki sitt besta á það, er bara flott hjá hann. Það er akkurat málið og við hrósum honum fyrir það. Já. Þið eru ekki allir að reyna að gera sitt besta bara, er það ekki? Jú, svona í grunninn náttúrulega. Flestir. Já, ég vona það. Já, við erum alltaf að reyna að gera okkar besta hér í dag að skemmta fólki frá 4 til 6. Lofum ykkur því. Og svo ef við náum því ekki, þá bara so be it, skilur. Já, við náum ekki að skemmta öllum. Nei. En við erum enda með fullt af skemmtilegum atriðum í dag. Þannig að ég held að við getum farið langleiðina með að skemmta fólki. Já, og ef einhverjum finnst það leið, þá getur hann bara drullast til að skemmta stöð, sko. Bara hlusta á sögu og... Já, það er svo gaman. Já. En Sveppi, það er komið að... Slúður! Það er rétt, það hefur komið að slúðri hér í FM 95. Og eitthvað, lítur nú að hafa gest páskana, maður. Já, ég reyndar gæti sagt þér alveg, ég geti sagt þér hellingaslúðri. Náttúrulega, veist, verður ekki að byrja málið málana. Charlie F. Sheen var á Íslandi páskana. Já. Það er, sko, ef einhver kann að djamma, þá er það Charlie Sheen. Já, en ég held að það væri bara eitthvað aprílkapp. Nei, það var ekki. Þetta var nefnilega komið inn á vísi.ri, sko, daginn fyrir 1. apríl. Já, ég held að þetta væri svona að vera að byggja upp eitthvað aprílkapp. Já, það má ekki svindla. En hann var bara mættur þetta, ég með hann á Twitter og það voru bara myndir á hann sem hann þakkaði fyrir bara Adiós Reykjavík og var bara á leiðin í einkaþótunum sín og eitthvað sko. Sæll. Og ég hef búin að heyra, ég er svona sem slúðukongur, fór svona grænslast og hann var til dæmis á páskagleðinni í listasafni Reykjavíkur nema hann lét bara taka frá alla efrihæðina. Var bara þar með eitthvað svona smá engapartí og með einhverju fólki hleypt upp og svona. Veitu, hvað akkur gatt hann það? Nýkomið til Íslands lét taka frá, get ég það? Nei, þú ert ekki Charlie Sheen sko, þú ert Sveppi Krull. Já, það er barnastjarnar hérna sem er komið reyður í hárið og það er enginn eitthvað að fara að taka efrið þetta frá fyrir þig. En þú ringir í Ásgeir Golbens og getur ekki frá fyrir Bás og Austur eða eitthvað. Já, ok. Getur það allavega? Já. En já, Charlie Sheen fór svo bara hvað, ég held að hann farið að landi í gær. Já, hvað var hann að gera? Bara djama. Djama? Já, mætti hérna bara með kæristunum sinni sem er einhver klámyndastjarna og já, ég veit fyrir víst og ég má ekki segja frá hvaða heimildum. Nei. En þegar þau lendu og voru á leiðin upp á hótel bara snemma að degi til þegar þau komu þá var hún víst svo mökk ölfuð og hún gæti alltaf staðið í lappirnar. Ertu að meina? Já, og það var á laugardaginn. Það hefur verið vínum borð í vélinni. Þannig hún hefur aðeins sippaði sig þar, vinkonans. Grilla liðin. Grilla, já, það getur rétt ímyndar. En það er, hversu hartaði það verið samt að taka bara jam með Charlie Sheen paskana? Maður hefði ekki higgað við henda því. Maður hefur ekki heyrt neitt á hann eitthvað svona Charlie Sheen, döðadrukkin á hressu. Nei, það reyndar ekki. Labbaði upp fram hjá prikinu eða... Og enga myndir á hann svona Instagram eða neitt þannig, hann hefur alveg farið varlega bara. Já, hann hefur kannski bara verið í einhverju svona
good shit cocaine party upp á herbyggi bara að búa til einhverja klámyndir. Einhverju ruggli bara. En við óskum honum allsins besta. Svo það talandi djamfíkla Lindsay Lohan. Hún twittaði núna í gær að hún væri ólétt, nema það að Twitter kom inn klukkan 2 að nóttu til á á þriðjudegi, þannig að það var 2. apríl og nú slúðurpressa Vestanhafs að svona hugsa, var þetta aprílgapjáni sem kom of seint inn eða er hún ólétt, og ég ætla rétt að vona svona, bara fyrir hennar hönd og badsins að þetta sé aprílgap. Já. Hún er ekki tilbúin að vera móður, held ég, þessi stúlka. Nei, hvað og ef þetta er aprílgap, það er engin eitthvað bara að hlaupa apríl, fyrir þetta. Nei. Maður er ekkert eitthvað bara, þetta er búin að heyra þetta, ég verð að fara til bíl og keyra eitthvað út af þessu. Já, því að Lindsay Lohan er ólétt. Já, það er öllum maður lesa það og maður bara, ok, fuck it. Já, tröllu sama. Já. Og það sem er verða líka málið, nú ert þú ert barnakall og 3 börn. Er ekki, og svona óætt að segja, ok, konur, það geta sagt að þessi orðnar óléttir eða svona tilkynna öðru en það ekki þegar konur 3 mánuða leið. Já, það er ekki að fara með rétt mál þá. Já. Já, hún var dauðadrukkin í Ríó fyrir 5 dögum. Já. Þannig ég ætla rétt að vona að ekki var hún að djamma með barn í maganum. Nei. Og ekki tekur hún testið, mígur á eitthvað prik og hendi því bara beint á Twitter. Jú, það er jákvætt. Nei, þetta getur verið face rape. Já, Twitter rape minnaru. Já, Twitter rape. Já, getur verið þannig. Svo er það myndarinn hérna á Vísi, sem að stendur og vil taka lyfin sín í meðferð. Hún er á leiðin í meðferð, vonandi ekki ólétt. Sérðu hvernig hún lítur út, greiði stúlkan. Hvað er hún? 24 ára? Það er eins og hún sé 35 ára. Hún er svo lifið eitthvað, maður. Ég hef fyrst að vera Angelina Jolie. Hélstu? Angelina Jolie er nú mun hugulegur en... bara svona í 30 sekúndu brot. Já, ég skilji. En allavega þá gæti verið að Lindsay Lohan sé ólétt, við vitum það ekki. Ég kem með fréttir ég veit það, og svo er það síðasta og það er af Justin Bieber. Ég var enda svolítið ánægður með hann. Hann var með aprílgap, hann Justin, og hann fór illa með TMC sem er svona slúður, svona bara aðal slúður síðan í heiminum. Hún er búin að vera með endalausar fréttir Justin Bieber upp á síðkastið, hundleðilega fréttir á honum. Þannig að hann auglisti á, hann er með 35 miljón manns eða eitthvað á Twitter. Wow. Já, og hann er með 37 miljónir á Twitter. Og hann twittaði, herðu, ég ætla að tala við hellinga aðdáendum í dag, hringið í 888-847-9869 og ég svara sem flestum. Svo twittaði hann aftur, ekki allir búin að reyna að ringja, ég er búin að tala við fullt af liði. Og þetta er síðan, þetta er símanúmerið á TMC, slúður síðinni, og þar sem að þetta er það sem að kallast, toll free number, þá þarf TMC að borga öll símtölun. Þannig að þetta kostaði þá þvílíkan peninga því að það voru yfir 1 milljón manns búin að ringja í símanúmerið og alla línur bara í fokki hjá þeim. Þetta fyndið. Já, hann fór illa með þarna Justin Bieber og ég gef hann brámsverð þetta. Já, þetta er það gott grín að hann getur ekki að hafa dottið þetta í hug sjálfur Nei, hann er þetta góða punktur. Þetta var slúður dagsins. Fáum hér will.i.am. will.i.am. Já, Justin Bieber og will.i.am. Þeir voru nú að gefa laga saman daginn. Það var ekki þetta samt. Þetta lag heitir This is Love og það er einmitt það sem er að gerast hér. Það er ást hér. Kveikir í þér. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Hversu gott er blátt hrísgrjónunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtasmar á 1. Þeir eru að hlusta hér á FM 95 Blö, Öddu og Sveppi hér til 6 í dag. Styttist til að Logi Bergmann kíki hér á okkur og stjórni Gettu Blö. Já. Þar er ég komið fórustum. Já, ok. Bara til að minna á það. Ég hef ekki hugmyndið það Nei, þessu var helviti góður. Ég hef komið 30 yfir þar, fyrir ekki enn 2. Ok. Og já, hann mættur hér bara eftir 10 mínútur cirka, en ég ætla að spyrja að því vorum að ræða hérna áðan með Justin Bieber og Lindsay Lohan. Þetta var eitthvað tengt 1. apríl. Við erum líka með svona 1. apríl grín hér á eftir, sjálfur. Ert þú eitthvað í því að reyna að plata fólk á 1. apríl eins og ég ger? Ekki mikið, það er alltaf... Er ekki bara þá að reyna eitthvað að láta börnin fara að segja eitthvað? Jó, það er aðað það Og líka láta þau plata mig. Já, ok, þykjast ekki vita. Já. Lígur að börnunum? Já, alveg hygglust. En okkur er þetta ekki bara, þú veist, elur þau þannig að, hvernig var alaði bara þannig upp að segja bara, ég er ekkert að hlaupa, heldur, ég veit ekki að sé 1. apríl? Já, jú, ég ger það líka. Ok.
En ég ekki vond, þú veist, maður tekur þátt, sko. Já, ég veit, ég að gera Nei, sko, pappi reynir alltaf 1. apríl, sko. Já. Hann reynir alltaf. Hann svona 1. apríl týpa. Já, hann 1. apríl týpa og hann náði mér sér hann náði hann svo, veist þú, honum alveg saman hvort þetta vond grín eða ekki, sko. Hann alveg hikar ekki við. Og hvernig var hann að plata? Mömmu. Já, ok. Þau bara 2 heima. Eftir öll þessi ár? Eftir öll þessi ár. Þá var 1. apríl og hann stendur út í glugga og og kalla bara Elisabeth, komdu, hann allsber hérna út í glugga. Það einhver nágrann eða sko sem eitthvað svona pínu wicked. Hann allsber hérna út í glugga og mamma alveg á full swing inn í svefnherbergi til að kíkja á allsberakallinn hinum veginn. Og pappi bara 1. apríl. Þetta bara 2 gömul hjón eitthvað þar. Það eitthvað fallegt við þetta. Hann að reyna að gabba gömlu maður. Já, hann létar alltaf að hlaupa. Já, hann létar að hlaupa, sko. Já, sem að reglan hér á Íslandi, það eru sumir sem verða að gleyma því að það á að láta hlaupa 1. apríl. Það átt að koma að sækja eitthvað, fara eitthvað. Þú átt ekki að henda inn á Twitterin eða á Facebook ólétt. Nei, það ekki 1. apríl. Eða þú veist, hætt með kærastunum mínum. Nei. Eða setja því, þú veist, off relationship eða eitthvað. Já, það var hellingur að liði í því. Þetta 1. apríl. Og þá maður bara svona, oi, hvað vitlaus. Já, ég nenni ekki að vera vinnuðin. Já, en það amma mín. Blessu sér minning hennar. Blessu sér minning, hún dáin? Þú sagði mig það ekki. Já, alveg því, hún dáin. Ég kann ekki læg með þig, eða? Hún sagði alltaf að þetta snerist það að láta viðkomandi hlaupa inn 3 hurður, eða skilur. Við skulum ekki vera að flækja þetta. Jú. 3 hurður. Já, þá ertu búin að, það hið fullkomna aprílgap, sko. Já, hvernig ósköpuna þá? Þá til dæmis segir bara, heyrðu, það frýtt bensin í Álfheimum. Ertu að grínast? Þú hleypur út, 1 hurð, inn í bíl, 1 hurð, og svo inn á bensinstöð, 1 hurð. Þannig 3 hurðir. Þetta bara dæmi. Ég sá þetta fyrir mér einhvern veginn bara heima í íbúðinni, bara, herðu, ég hérna, farðu inn á bað, 1. apríl. En svo voru krakkarnir, sko, við fórum í mat með mig í gær, og synir bróður minns, og börni mín, þau voru mjög mikið í 1. apríl gríni. Já. Og það var bara, pappi voru að koma, Bergþór meiddi sig. Og maður alveg, hvað fyrir? Þú verður að koma núna. Og þá voru þau búin að plotta það, sko. Þá lá Bergþór eitthvað úti og allir eitthvað svona stumra yfir honum. Og ég kom hlaupandi, hvað í gangi? Og þá bara 1. apríl. Já, tekin í bólunni þar. Já, mjög skemmtilegt. Já, þetta svo að segja, það eitthvað sem við megum hugsa Íslendingar að það á að hlaupa 1. apríl. Já, þetta snýst alltaf svolítið það, sko. Snýst það og hér rétt þetta hodnið einmitt aprílgap hjá okkur Sveppa. Það sem við hringjum hér í fyrirtæki, við hringdum í dag, 2. apríl, en létum svona eins og við heldum að veri 1. apríl. Þetta súrt en ég held að þetta sé skemmtilegt. Ógeðslega fyndið. Þú ekki fyrst að hlusta á vingun okkar Pink? Hvernig lítur það? Já. Ég var að hugsa að það vantaði eitthvað í líf mitt. Já, var það Pink? Ójá, vel. Vonandi svo lélegt að það verður gott. Já, það aldrei að vita. Þetta náttúrulega versti dagur ásins. Þið að hlusta hér á FM 95 Blö, á FM 957 og við Sveppi ætlum að fara í súran húmor núna. Já. Það ekki hægt að segja hana. Já. Eins og við höfum nú komið inn á hér áður í þættinu að þá 2. apríl í dag. Það ekki 1. apríl. Ó, nei. Hann var í gær. Ó, já. Og 1. apríl það svona gríndagurinn mikli. Já, þá fá allir leyfi til að fíblast. Já, og þú mátt ljúga. Já, þú átt svona að reyna að láta fólk hlaupa. Já, við vorum nú að ræða það áðan. Það nú eiginlega bara dautt. Þetta í dag bara, þú veist... Ljúga. Já, þetta bara að reyna að ljúga einhverju. Já. Og það sem við Sveppi ætlum að gera núna við ætlum að hringja hér í fyrirtæki og, Sprella maður. Já, og panta kannski pizza eða hringja í sundlu og eitthvað og segja svo að 1. apríl. Já. En það ekki 1. apríl, það 2. apríl. Já. Sem gerir þetta ömurlegt og... Nei, sem gerir þetta snið. Þetta versti dagur ársins til þess að gera 1. aprílgap. Já, ég byrja. Ég ætla að hringja bara einnig Hróahött. Já. Og það bara að ljúga einhverju. Já. Hróður. Já, góðan daginn, ég ætla að panta pizza. Sækina að senda? Fá send. Sjáum. Geti ekki valið bara á hana sjálfur, eða ekki? Jú, bara, já. Ég ætla að fá pepperoni, ananas og sveppi. Hvað til að? Hvað sér Er þetta reikning eða? Nei. Nei, bara skráði símanúmer inn, það fæk ég eitthvað rosalegt. Hvað sér Ég skráði símanúmer inn, það fæk ég eitthvað rosalega línu. Já, ok. Hvað heimsangið? Það
Grettisgata 18. 101. 101, já. Og hvað svo ætla að fá? Pepperoni, ananas og lauk. Hvað stóra? Stærstu. 18 með? Já, 18. Pepperoni, ananas, lauk? Já. Þeirra? 1. apríl. Ha? 1. apríl. 1. apríl? Já, ég ætla ekki að panta pizza. Þú veist annar í dag. Ha? Það er annar í dag. Er ekki 1. apríl? Nei. Er 2. apríl? Já. Nó, ok. 2. apríl. Alltaf leið. Ok. Já, þetta var bara joke. Ok. Ok. Það er annar. Ok, bye. Þetta er Þetta var ömurlegt gabb. Líka þú varst ekki að gabba og bara fatta pík. Þetta er svo dæmist bara. Hvað er það? Ég var líka, þú veist það er annar. Hvað heldur hann sé að hugsa núna? Bara hvað fáið þetta í ríkjum? Shit, hvað er það nætt maður? Hvað heldur þú ekki að? Ég verða, bara í Sundhöllina. Sundhöll, Reykjavíkur. Ok. Góðan dag. Já, góðan daginn, heyrðu. Já. Ég var í sundi hérna hjá okkur páskana með son minn. Já. Og ég held að ég hef gleymt stuttbuxunum mínum hana. Heyrðu, ég skal bara gefa það samband inn í Karlaklefa og að þú hvað þið segja. Já, takk. Gjör svo vel. Halló. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Heyrðu, ég var í sundi hérna hjá okkur páskana með sinni mínum. Já. Og ég held ég hef gleymt stuttbuxunum mínum hana hjá þér. Stuttbuxur? Já, þetta er svona svartar Adidas-buxur. Ég skal þetta það. Já. Já. Þú veist hann hlaupa. Þarna let ég hann hlaupa apríl. Sá er búinn að vera að setja skamman. Sér það ekki. Nei, ég trúi því vel. Það er 1. apríl. Já. Ég glemdi ekkert neinu. Nó. 1. apríl maður. Já. Já. Ok. Maður er að láta hlaupa 1. apríl. Já. Sælega. Ok. Þetta var hrikalóð, það er það sem hafi síðan. Það er heila verra ef hann segir ekki eins og hann ára að sé 2. apríl. Þetta er þetta bótt. Hann kommentar ekki eins og það að vera annar. Ég er ekki heist að segja ekki það. Sittskil hennar. Gamli búinn að láta Sundvörð leita af einhverju sem er ekki þarna. Enda 2. apríl. Þetta var snill. Þetta var, voru símaöldin 1. apríl vonandi höfðu ég að gamla þessu. Hver vill ekki gleðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum 50. mótni hjá Yngva Eystins drögum við út fyrirtæki vikunar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig á samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki svikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. Það hefur aldrei verið jafn hagstætt að vera áskrifandi að Stöð 2. Komdu núna í Splash bílaþvottastöð við Hagasmára 2 við Smáralind og láttu þrífa bílinn af utan. 40% afsláttur fyrir áskrifundur Stöðvar 2. Stöð 2 vild er snillt. Ein stærsta leikjavörudeild landsins er í tölvulistanum á Suðurlandsbraut. Komdu og skoðuðu allt það nýjasta frá Razer, SteelSeries, Logitech, Corsair og Cooler Master á lægra verði. Tölvulistin. Boli kynnir, landsleikur í uppistandi frá Kanada, Íslandi og Noregi. Framkoma Craig Campbell, Jónas Bergland og Ari Eldjárn. 5. apríl í Þjóðleikhúskjallaranum og 7. apríl í Hofi. Miðasala á miði.is. Boli léttöl. FM 95 blöð á FM 957. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmár á 1. Það er réttir að hlusta hér á FM 95 blöð og það er komið að dagskráralið sem á að vera alltaf 1. þriðjudaginn í hverju mánuði. Reyndar klikkaði síðast því að Logi Bergmann var veikur. Svolítið, Logi, ertu þessi típa, svolítið svona heima veikur? Já, aldrei veikur. Aldrei, herðu, það er ekki kveikt á mækniðinu. Það er kveikt á mækniðinu. Já, hann er að komi. Hann er það. Já, aldrei veikur. Ná, ok, þú varst samt veikur síðast þú áttur að vera með Gettu blöð. Já, það var bara eitthvað alveg sérstakt.
Já, ok. Tilfallandi. Ég var að veisti. Eina skipti sem hún verður veikur. Já. Ok. En það hins vegar komið að Gettu blöð í dag og ég var að segja við Sveppa hér áðan, ég með forystu. Það er ekki logi, ekki 2-1 fyrir mér. Búin að keppa 3 svar. Það öllum sama. Hvernig voru páskarnir á Loga? Það var reynaður. Ekki? Nei, vannst þú ekki fyrstu 2? Já, ég er búin að vinna síðustu 3 ár. 3 ár? Er það vel? Já, þetta ég tók forystu síðast, það er eina sem ég mann. Já, það er alltaf það. Ég er búin að vinna hann í lífinu, þannig að hann var að vinna alla svona keppnir. Herðu, það er svo hefnilega til að þið eru náttúrulega báður ölsingar. Já, menn þú ert ágætlega vanur fjölmiðlamaður, þegar ég var ekki til að tala í mikrofónu fyrir okkur, Logi? Jó, mikið. Já, takk. Þannig að venlega bara einhver í sjónvarpinu sem eldir mann, sko, skilur bara með mikrofónu, sko. Já, ég er búin að gleyma því, með þetta orðin útvarpsmaður. En Blöð TV, það er ekki hann frábær hluti. Já, Blöð TV að potti. Já, stórgóðslegt. Það er allir að tala um það. Já. Ég horfði það. Sko, að því þið eru nú vitlýsingar og hlustuðu þess ekki á... Frétta, jú. Nei, bara lítið. Spurningin hérna í fjölmiðlunum? Já, en þú manst ekki svörin. Nei, ég vissi að það var í gangi en ég var ekki að hlusta. Maður situr ekki að hlusta. Ertu búin að heyra þá spurningarnar á þetta? Nei, ok, þú lofa því. Nei, veist, þetta er svona útvarpsefni sem að þú ert ekki beint að hlusta. Þú veist af þessu að þetta er í gangi, Logi er að spyrja einhverja spurninga og þú ert bara að vasast í alls konar öðrum hlutum á meðan. Þetta er mjög svipað eins og sjónvarpsefni sem Sveppi gerir. Það reynir að sofa meðan það er. Börnin er bara að sjónvarpi og maður reynir að sofa. Já, þú reynir að leggja það bara meðan. Ok, já. Þetta er spurningar, ok. Þetta er spennandi, þetta er mjög spennandi. Byrjum á venjulegum spurningum bara. Býtu, erum við að fara bara, þetta er ekkert endilega einhver hljóðbrót úr kvikmyndum? Jó, svo koma Ok, ég er nefnilega að fíla þetta sko, bara spurningar. Já. Fyrsta spurning. Býtu, hvernig er einhverja reglur og... Þú eru að segja þegar ég á að setja upp fyrir sleðan hérna. Já, ég gerði þetta. Ok, því ég er líka tæknimaður og keppandi. Ok, sæll. Fyrsta spurning. Já, ok, þetta er bara byrjað. Það er til Sveppa. Já, Sveppurinn byrjar. Já. Nei, Öddi byrjar. Öddi byrjar, ok. Býtu. Flestir ætti að þekkja vinna Tímon og Pumba. Já. Tímon er að tegund jarðkatta, en hvernig dýr er Pumba? Hann er svín. Það er svona göldur. Ég verða að fá nákvæmara svar. Hæ? Ég verða að fá nákvæmara svar. Það er að fá nákvæmara svar en svín? Já, hann er ekki svín. Það er villisvín, þú veist. Já, það er Níko, ef við gefum rétt fyrir þetta, hann er tæklað sér vörtusvín, sko. Já, það er ekki að sama, villisvín. Nei, nú ekki alveg að sama, en svo veist það er svona... Þetta var rétt. Já. Nei, ekki, ég vil ekki neinn pitti. Jú, ég hef gefum rétt fyrir þetta. Sveppi. Ekkert að því maður. Bangsímón á marga vini. Já. Hvað er eyrnaslappi? Hann heitir eyrnaslappi, já. Já. Eyrnaslappi er asni. Ég geti bara ítt á okkar að bjöll ætla að gefa rétt fyrir þetta. Auðvitað er þetta rétt. Hann er algjör Blöð. Algjör rétt ekki. Þú ert svona eyrnaslappi ef við verum í bangsímóti. Þannig gert. Herru, geimt þetta skemmtefni, þannig að þú lúta skemmt hana hæst. Eyrnaslappa? Veistu hver er rödd eyrnaslappa? Gitarri? Jói Sig. Jói Sig. Svona þungur eitthvað. Og latur og hann er eyrnaslappir asni, hann veit ég það núna. Latur asni. Alveg svo þú, Öddi. Já. Ok, þá fyrir við næstu spurningu. Náttúrulega vasspungur, þannig að það reynir ekkert á þetta með börnina. Ég hef ekki reynt það. Hérna, ok. Já. Næsta spurning. Já. Á nefni ég nokkra bíómyndir. Ok. Út að segja mér, hver er næst okkur í tíma? Hver gerist þess að næst okkur í tíma? Já. Að flótti frá Los Angeles, Back to the Future 2, Blade Runner, Terminator 2 eða Minority Report. Ég myndi segja það sem gerist næst okkur. Terminator 1 fyrir ekki. Já, það sem gerist næst okkur í tíma er hérna, átti það ekki gerast 2012 og 2013 hérna vinnur okkar McFly, þetta er Back to the Future 2. Nei. Fuck. Æ, afsakið, voru bara. Já. Þriðmillin. Hvað segir Sveppa lengur? Minority Report. Nei. Þetta er flótti frá Los Angeles sem gerist 2013. Ok. Er það Snake? Kurt Russell? Já, Back to the Future 2015. Ég er alltaf annars staðar í kring. Aja. En ok. Ok, engin stig þarna. Ekki að þig, nú fæ ég hvaða mynd er fjærst okkur í tíma af þessum myndum? Planet of the Apes, iRobot, Lost in Space, Judge Dredd eða Avatar? Planet of the Apes, iRobot, Lost in Space, Judge Dredd eða Avatar? Men fjærst okkur í tíma? Já, svona lengst frá sem sagt. Lengst bara. Alveg sama í hvað átt? Ofsalega langan tíma, já, það gerst allar hann tíðin, sko.
Ég ætla að fá að skjóta. Já. Ég ætla að skjóta. Fjæst okkur mun vera iRobot. Nei. Ég ætla að segja Avatar. Nei. Avatar gerist 2154 en Planet of the Apes gerist 3955. Nú var það 55, ég held að það er 55. Já, en það er ekki allir alveg sammála þetta. Jæja, ok. Ok. 1-1 en þá. Einið er bótt svo fyrir hljótaðinn. Já. Þessa færð þú veit. Ok. Hvað hétt íslenski bachelorinn? Fornafnið. Já. Ég geði séns á því bara. Þetta er hann ekki Sævar eða eitthvað. Það er nokkuð þú tekit að vera að googla neitt. Nei, ég er bannað. Ekkert við tölvuna, Sverrir. Ég er ekki einu sinni nettengdur. Nú, ok. Ég segi Sævar. Nei, áttu það. Íslenski bachelorinn. Já. Mátt byrja að hugsa spurninguna þegar ég spyr öll. Ég held að það vært ekki nefnilega. Ég var ekkert búin að pæla því, sko. Má ekki fara á neti, þannig að maður byrja að hugsa. Já, ok. Hann heitir, Ef þú veist það ekki. Skjótu bara eitthvað nafn. Hann heitir eitthvað flóknir nafnir minns. Nei, hann heitir bara Ingi. Nei, hann heitir Steingrímur Randver Eyjólfsson. Steingrímur Randver. Ég var á réttu... Steini bachelor. Já, ég var á réttri leið með hérna S-ið. Sævar. Já, það er rétt, já. Þú varst með sama staf í upphafið, maður. Það er ekkert stig, eða það? Nei, en hver var skipstjórinn á ástarfleginu? Á ég þessa? Já. Svona horfði ég á þig. Skipstjórinn á ástarfleginu. Sko, ef ég bara skýti eitthvað út í bláinn, bara Valdimar Flýring. Það er rétt, já. Er það rétt? Þetta var það rétt. Skaut í bláinn! Það er svo leðilegum. Hvað er staðan þá? 2-1? Já, þá koma 2 stiga spurningar. Ok. 2 stiga spurningar á hvað? Ég er svo spennt. 1 á kvot, ok. Þá spyr ég þið, Öddi. Já. Hvar er Kótelettan og hvar eru danskir dagar haldin hátíðlegir? Danskir dagar er á Stykkishólmi. Já, Kótelettan. Og Kótelettan er í Mosfellsbæ. 1 stig. Veist þú hvar Kótelettan er? Kótelettan er á Selfossi. Tjandinn. Herðu, þá var þú 2 hérna á 1 bótt. Gamli, ég er búinn að fara á Kótelettan á 2 ári rauðmaður. Ég náði dönskóttuðum, sant? Vistu þú það? Já, ég vissi það, ég farið á hana. Fórstu á Kótelettan? Fór ég? Tvisar. Alveg rétt, þetta er tónlistarháttíðin hana. Nei. Nú, ok. Kótelettan hátíð. Kótelettan? Lambakjötshátíð. Já, þetta er svona grillhátíð. Nafnið gefur svolítið til kynna hvað er að gerast þarna. Hvar eru Ískir dagar og hvar er Ástarvika? Ískir dagar eru á Skaganum og Ástarvika, ótrúlegt en satt, er á Bolungavík. Í Bolungavík. Það er 5-2. Jæj! Veistu af hverju ég veit að Ástarvík á Bolungavík? Nei. Pétur Magnússon, félagi minn, hann býr á Bolungavík. Í Bolungavík. Og á og í og allt, hann er það. Samt er hann aldrei verið ástfanginn á Bolungavík. Herru, áfram með hennan leik. Nei, nú kom þessi tótt. Áfram með hennan leik. Nú er allir orðið bara eitthvað svona drastleik. Það er svo samt allt áfram með hennan og ég hata hann leik. Herru, þá er komið að mjög skemmtilega lið. Ok. Nú fyrir við í hljótaðminn. Já, ég seti upp sleðan. Já, seti upp sleðan. Sveppi myndi til dæmis ekki vita núna hvað ætti að setja upp hérna. Nei, Sveppi. En hvernig er staðan? 5-2 fyrir mér. Já, hann var að segja. Herðu, Öddi, ég spila ég brotur auglýsingu og þú ert segja mér hvaða auglýsinga þetta. Ég held að þú vinnir. Hlusta af þér. Hvað heyrðist látt í þessum? Heyrðu þetta? Já, komið, þetta komið. Já að vita þetta. Er ekki nóg fínt fyrir það? Ég veit ekki hvað er að gerast í þessu þætti. Þetta er hérna, maður. Þetta er ekki að koma í hausin á mig, maður. Hérna... Nei, þú ert að heyra þetta miljón. Já, ég veit alveg hvað þetta er. Ég segi þetta sé... Hérna... Nei, ég er ekki með það. Þú ert ekki með það? Nei. Sveppalingur, það er bara að bæta við fórustuna. Nei, ég veit þetta en ég hef ekki gefið þetta frá mig bara. Þetta var Trópi, ég svolítið. Trópi, ég vissi það. Vissi það? Vissir það, þú... Alltaf þessi gæt. Alveg rétt og ég vissi það. Svona svo hugið trivial. Afsning get ég verið með. Ok, Sveppalingur. Hvað er þetta?
Þetta eins og að henda sko boltum til gullfisk að vera með einhver spurning. Þetta svolítið hann. En það miklu skemmtilega fyrir áhorfendur að vera hlustendur. Að vita þetta og við vitum þetta ekki, sko. Þetta var eins og ég fór með mömmu í bankan aðan. Mér varst ég geðvikt ungur. Í bankan? Það var svo gaman. Ég kom inn hérna til að borga reikninga. 2. apríl. Alveg algjört unglamp, ok? Herru, hérna á, Sveinbjörn, hvað segir þið segja? Eymundsson. Nei. Er þetta Kristall? Nei, þetta er svolítið húsasmið. Húsasmiðan, ó! Já, það eru þessir dagar í hús. Já, oi, þegar maður heyrir þetta maður. Ok, þá fær þú hér, Öddi. Já. Þetta, 2 stig fyrir þessu spurningu. Ok. Er þetta ekki Bíkó? Nei. Jó, hvað er lélugur í svon maður? Já, ef þú heyra þetta miljón. Já, ég veit það maður. Hvað er það? Heyrðu, þú varst að hlusta. Já, ok, alveg. Ég ætla að skjóta á húsgagnahöllina. Er þetta Bræður Ronsson? Nei. Hvað er það? Bónus. Bjarni dag. Grísahakk, 399. Ok. Betra er bónus. Betra er bónus. Hérna, ok, þá var þetta hérna. Þá fórst þú þetta hérna. Seffelingur. Líka 2 stig. Er það svona... Hvað segir Seffelingur? Þetta er nú bara... Það ert að þykjast ekki vita þetta til að bögga mig þarna. Nei. Er það gamla góða eða? Alls ekki. Nei, ok. Þetta er bara, veist... Spila þetta, spila. Þetta er alltaf sami leikurinn. Nei. Ok, veistu þetta ekki? Það er bara algjört lottó, maður veit ekki. Þú ert svo leiðilega maður. Nei, gissi. Shit, hvað fyrir tjóðanum með maður? Hvað? Þykjast ekki vita þetta, segðu þetta bara, veist þetta. Segðu þetta bara lottó. Er það lottó? Já. Takk fyrir að láta hann á þetta. Er það lottó? Það er alltaf sem... Já, hann lék í lottóauðlýsingunum, hann og Ásdís Rán og eitthvað lið. Já, fyrir 4 árum. Brókeðslega finnar. Hérna, ok, er þetta búið eða? Nei, það er ein spurning þið bótt. Hvað fekk mörg stig fyrir þetta? Hún fekst 1 stig. Ekki, en þín var 2 áðan, ekki? Já, það er 7-2, en það er 5 stig fyrir loka spurninguna. Það er alltaf þannig. Viðvita, bara leifa blöðmannum að vinna þetta. Nei, ég vil ekki svo leiðis. Hann konti samt með síðan spurninguna. Það er mjög skemmtilegt. Þá færð þú þetta hérna. Veitu? Er þetta svona auðlýsinga? Já. Skemmtilegt. Þá færð þú þetta, Öddi. Þú myndir það. Já. Ói, Jesus maður. Ég veit það ekki. Steffi. Ég er ekki með þetta. Þú ert ekki með þetta? Ég er með þetta. Þú ert með þetta? Veit ekki enn eitt? Já, þetta er enn eitt. Æ, ok. Þetta sé bara fínt að hætta núna. Logi, hrikalega gaman að fá þig. Alltaf stemming. En serðu samt, hann var að segja hann og hann var alveg samótt, hann var undir í allt í allt. Já, 3-3. Búin að jafna. Sverrir þarf að vera heim og skipta buxur. 3-3 allt í allt. Sverrir vann þessa keppni. Hvernig fór þessi keppni núna? Þið vílíkur heiður að fá Lóa Bergmann inn í stúdíu. 12-2. Þó að ég hef skitið á mig, það fannst mér samt gaman að þetta voru ekkert 5 stig í lokin maður. Aldrei verið jafn hagstætt að vera áskrifandi að Stöð 2. Nú kynum við nýtt og öflugra fríðindakerfi í Stöð 2 Vild. Sjálfvirka afslætti beint í vasa áskrifanda. Veldu þann sem þér þykir bestur. 12% afsláttur alla daga hjá Ósushi, Pósthússtræti og Borgartúni. Tilboðið gildir aðeins ef greitt er fyrir 2000 krónur eða meira. Virkjaðu öll kreditkort fjölskyldunar á stöð2.is. Stöð 2 Vild. Vild er snilld. Nú getur þú fengið Apple-fjölskylduna eins og hún leggur sig á lægra verði í tölvulistanum. iPad mini, MacBook Air, iMac, iPad, Mac mini og MacBook Pro. Tölvulistinn. Allir í bátana því nú verður spilað. Víkingalotto, alltaf á miðvikudögum. Þú ert að hlusta á FM 95 Blöð. Hversu gott er brúnt karamellunissa? Húðflúraður flóðhest hvaða er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hresstu
Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Það er rétt, hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknu. Þeir eru að hlusta hér á Maut og Sveppa. Klukkan orðin 5 og Logi Bergmann farin úr húsi. Ég óskaði aftur til hamingju með sigurinn, Sverrir. Þú ert búin að jafna í heildina 3-3. Mikið spenna. Þetta var rosalega skrítið. Hvað ég vann með mörgum stigum. Já, það var að því að hann var að reyna að hjálpa mér í lokinu og fegst 5 stig fyrir eina, sko. Það var ekkert voðalega skrítið, sko. Nei. Hvað fannst þið það? Ertu bara í lost yfir þessu? Nei, bara, spjalla. Mér er svo gaman, vinna með svona miklu mun. Já, það var að því að, ok, þetta var flott þér, þú vannst. Þú getur huggað að það United vann helgina. Æ, shit, hvað var leðilega maður. Chelsea! Fólk skurði borgaði fyrir að koma og skemmta sér, það er alveg ótrúlegt. Ég get lofaði því að það eru svona 1.000.000 manns að hlusta, grenjandi úr hlátri. Já, það hefur verið Chelsea. Þetta náða nutta. Það er allavega... Þetta er gott af hann. Það er komið að sturglaðu staðrindum, ertu til í það? Ó, já, gæti mín. Það er nú þinn uppáhaldsliður ennþá. Já. Og, ef það er eitthvað sem kemur mér í gott skap núna eftir að hafa skíttappa hér í spurningakeppninni Gettu Blöð og búið að minna á að United sé dottuð úr bikarnum, þá er það sturglaða staðrindir. Ó, já. Það láta þær hressa mig. Þá byrjum við. Kolkrabba míga með andlitinu. Sturglaðu staðrind. Það er snill. Það er eitthvað hressandi við það. Ég er með þess að verið áður með sturglaða staðrind kolkrabba. Þegar kolkrabbar eru að rífast, þá míga er framan í gotan. Og þetta ég er ekki að fýblast, það var sturglaðu staðrind ekkert fyrir nokkru mánuðin síðan. En þeir míga með andlitinu? Já, þannig að þeir eru búið basically bara eins og sé að tuffa á hvern annan eða hrækja, en þá er þeir að míga, sko. Það er eins og ég og þú, ég var að rífast þig núna, ég var eitthvað pirraður yfir að vera að bugga mig á Manchester United, ég myndi bara byrja að míga þig og þú myndi byrja að míga mig tilbaka og einhver myndi labba þarna fram og segja, Maut og Sveppur að rífast. Svona þannig, já. En með andlitinu? Já, þeir eru með blöðruna og allt þar. Já, og líka með fullt af handleggjum, þeir eru skrýtnir. Næsta finnst mér alveg mögnuð og hún er kannski ekkert endilega fyndin en mér finnst hún bara eitthvað svo áhugaverð. Flóðhestar hlaupa hraðar en menn. Þannig að þú stattur eitthvað þar í Afríku ekkert mann og sér flóðhest vitna rauðu, það þýðir hann sé reiður, sko. Þá getur þú ekkert bara að byrja að hlaupa, þú ert actually að reyna að komast upp í tréð eitthvað, því hann hlaupur hraðar en þú. Hefur maður ekki haldið að maður getur stungið af flóðhest? Jú, eða líka bara... Hvað er það, tonn eða? Nei, og líka sko, ég held þó svo hann hlaupi kannski hraðar en ég. Já. Þá held ég að hann myndi aldrei ná mér. Jú. Nei. Akkur? Af því að ég hleyp á fullu og svo allt í einu beygi ég ógeðslega snöggt. Já, þú ert ekki Messi, sko. En, nei, ég er samt að vera rosalega snöggar hreyfingar. Ok, ertu með góða stefnubreitingar? Miðað við flóðhest? Já, reynda kannski. Heldur að séu flóðhest fyrir ef hann er komin á siglingu og ég er á siglingu og hann er að ná mér, allt í einu hugsa ég, snögga hægri. Já. Beygi ég, hvað gerir hann? Hann hleypur áfram. Ég er fram að bjargi eða út í vatn. Ok, þannig að ef flóðhestur eftir ykkur kæru hlustendur, takkið snöggar stefnubreitingar. Já, eða því að yfirleitt er maður aldrei einn þegar maður hittir flóðhest. Nú, okkur ekki? Nei, hvað ætlar að vera einn í Afríku, tekur alltaf frændaðið með þig eitthvað. Já, ok. Mömmuðina, konaðina, börniðina eitthvað. Þá er nóg að hlaupa hraðar en þau. Reyndar, það er rétt í þér. Það er bara að stinga þau. Það er bara að stinga börniðina af, þá getur hann þau og þú sleppur. Þannig að, já, lærdóminu þess farðu mig að þú ætla til Afríku, taktu einhvern með þig sem hleypur hægar en þú. Já. Það ástu góðum málum. Það er alveg saman hvað fyrir eldaði, ljón, flóðhestur, gíraffi. Þú þarf bara að hlaupa hraðar en næsti maður. Ég væri ferskur með þér. Já, til dæmis. En líka miklu betra að geta mig. Það eru svona næsta hér. Áður en Michael Jackson gaf út Billie Jean myndbandi, sem að er stórkostlegt vídeo, spilaði MTV ekki vídeo með svörtum artistum. En það breytist eftir Billie Jean. Ábyrðið MTV að spila svarta artista hvernig, ég veit eiginlega aldrei, er rasismi að segja með blökkum manni? Er rasismi að segja svörtum? Já, ég að segja afrískum uppruna, ég þekki þetta ekki. Nei, bara segðu bara svertingum. Já, með bara svörtum artistum, það er ekki þetta því, það. Kolsvörtum artistum. Nei, þú ert ekki að segja kolsvörtum. Ég fekk alveg frábæran tölvupóstur á pappa sem ég þarf að lesa frá þér. Já, það er svona að lesa frá mér, fyrir mér minna. Já, fyrir þér. Já, minnaðu þetta. Já, gera. Mr. T. Já, herra T. Já, hann hætti að ganga með gullkeðjur eftir að fellibylurinn Katrína fór yfir því að hún fannst að vanvirðing með fólki sem misti allt í fellibylunum. Nei.
Ali að segja hann með greindaðstöla við dekka segir steklingur held ég. Það bara sagði, já, nú ætla ég að leggja allir gullkeðunum því að það fólk sem misti allt. Þetta er vanvitingu þau. Og hann hættur að ganga með allt þetta skart. Þetta er... Var þetta ekki bara eitthvað fín afsökun í hann fyrir að losa sér loksins við þetta? Það eru glóðan hundleiður að vera með þetta alltaf ekki ringum hálsinn á sér. Bara fundið eitthvað góð afsökun. Svo er það hér. Hong Kong er eina borgin á jörðinni sem þú getur sagt eða borið fram án þess að hreyfa munnin eða tunguna. Hong Kong. Hong Kong. Án þess að hreyfa munnin eða tunguna? Já. Hong Kong. Hong Kong. Hong Kong. Já. Hreyfast ekki varirnar og hreyfast ekki tungan. Nei. Þú getur ekki sagt Reykjavík. Sjáhús. Nei, getur ekki. Nýs. Já, þú voru að nota tungunni nýs. Nýs, já, þá þarf þetta að setja hann upp í góminn. London, já. Ég reyndi þetta á hann. Ég fann enga aðra borg. Hong Kong. Casablanca. Svo er það næsta. Þið getur reyndið í bílnum eða rauðu ljósi. Svegið eitthvað fleiri borgir en Hong Kong á þess að hreyfa varir eða tungur. Já, þetta er bara á rauðu ljósi. Ekki á meðan maður er að keyra, sko. Nei, alls ekki. Átt að einbetta rakstrinni. Svo er það snákar blikka ekki augun. Nó! Það er alltaf mópin augun. Nei! Já, blikka aldrei. Þetta meina þetta? Já. Ég get ekki treyst einhverju sem blikkar ekki augun. En svo bara, þú sér mannesku sem er svona. Já. Með augun alveg opin og blikkar alla. Já. Ég treyst ekki svoleiðis fólki. Nei, maður tekur sveig frá með því. Já, því að hann er á einhverju, sko. Já, já. Og þannig fólk er yfirleitt í gráum jogginbuxum, klossum og með bónusból. En já, ég var ekki það. Ég myndi aldrei treysta snák. Ég get aldrei átt snák sem vinn, sko. Nei, ég alltaf haft óbeit á snákum. Já, þetta er eitthvað svona, eitthvað ógætlega dýr. En gaman að vita að þið blikka ekki. Já, ég veit ekki eins og það verið með augu. Jó, hvað hefur aldrei sér snák? Já, ég er ekki. Svo er það annað hérna sem að ég með nokkrar, ég hefði kannski átt að geyma þessa því að Egill hann dýrkar að ég sé með svona dýrastaðarindur á föstudögum, sko. Já. En ég menn eina hér, maurar sof ekki. Nei, leggja sig ekki eins og niður. Þeir eru bara alltaf að. það er vinnumaur. Já. Það er oft talað um að, hvað, vinnumaur ertu ef maður er að vinna mikið? Já, svo er sko á maurum þá er einn drottning líka. Já, hún gerir ekkert. Nei, hún hefur bara kósið, menn að vinnumaurarnir eru í öllu, sko. Já. Það eru 3 eftir. Sofa ekki maður. Nei, það er alveg magna. Það er svo þú segir þú lítið. Mjög lítið. Já, nú tóna maur. Það er maður í Indlandi sem eru ekki farið í bað né sturtu í 37 ár. Wow. Sturlu staðrind og hann er í heimsmetabók Guinness. Ég var alveg til að komast í heimsmetabók Guinness en ekki fyrir það að vera sveitasti og ógeðslegasti maður veraldar. Hann er nú kannski búinn að hvað? Hvernig hann að þrífa sig? Hann fyrir ekki sturtu og fyrir ekki bað. Vindurinn. Ha? Vindurinn þrífur hann. Vindurinn? Og sólarljósið. Það er bara ógeðslegt. Ég get alveg loðað hvað eldri sem maður sé giftur. Giftur? Sem maður ekkert að fara á ball. Indlandi, hann er svona 11 konur. Nei. Svo er það hér, það við svipa magna dópamín í gegnum heilanar við fullnæðingu og þegar þú sprautaði með heroín. Þannig að þeir sem eru að sprauta sig með heroín, þeir eru basically bara eins og sé að fá það í 2 tíma þannig eitthvað. Já, er það bara constantly? Já, það held ég. Ekki það svo mikið. Já, ég held alltaf að það væri bara í hvers skil sem þú sprautaði með heroín. Hvort er þetta þú sprautaði með heroíni? Eða þú reykir það? Það veit ég ekki maður. Ertu að gera eitthvað tilröðsir? Nei, veist, maður sér þetta alltaf fyrir sig náttúrulega með teskeið og belti og bara viðbjöður all in, sko. Svo hefur maður séð menn sem er að reykja þetta líka. Já, er það partíið sem ég mistaði þarna þessum daginn? Ég veit ekki hvort það sé sama víma eða svipu, sko. Nei, en það er með drullu sama. Ég mun alltaf kjósa fullnæðingu fram yfir heroín. Já, ég var bara að segja hversu sterk víma er af heroíni, það er vist bara eins og þú ert að fá það, nema þá er hún það löng, sko. Já, en þú verður háður heroíni mjög fljótlega. Já, þá þarfst alltaf meira og meira, eða ekki? Já, og ef það, getur maður orðið háður fullnæðingu? Já, kannski að maður það? Það eru þetta kynlífsfíkla, sko. Já. Það eru menn sem var í meðferð, gangvart kynlífsfíkn, ég veit ekki hvort að það tengist endilega fullnæðingunni sjálfur, eða? Nei, það tengist nú aðeins svona forvitninni. Já, þú ert alveg hættur að senda svona myndir af þér, eða ekki? Jú. Já. Ég aðalega fá myndir núna. Já, frá öðrum. Það var að síðasta. Það er hreinna að sleikja klósettsetu en farsíma. Sturlu staðrind. Ég veit ekki okkur að þú ert að orða þetta þannig að sleikja þetta. Ég aldrei sé mann sleikja gemsan sinn eða klósettsetu. Það er allavega hreinna.
Maður hefur nú heyrt það líka að sé hreitna að sleikja raskat eða kissa konu, sko. Já. Eða kissa einhvern. Það sé svo mikið að sýklum í munninum. Það akkurat máli. Og það náttúrulega það sem gerist þegar þú ert að tala í síman, þá fara sýklarnir á síman. Já, það hárrétt þér. Klósettsetan. Hvað fannst þið standu upp úr í dag? Nú eru það búnar sturlaðar staðreyndir. Herri, ég var mjög hrifinn af þessu með flóðhestinn, hvað hann hleypur hratt. Já, og Maura sofi ekki, það var gaman að því líka. Maurarnir sofa ekki, sko. Það voru sturlaðar staðreyndir. Já, margt mjög fínt þarna. Hér réttandi á hodni. Og líka borgirna, það var alveg skemmtilegt. Já, Hong Kong. Já. Hér réttandi á hodni ætlum við að fara í skemmtilega leiki með það. Fýblast í móðum minni með Hemma Gunn. Fengum Hemma Gunn með okkur í lið fyrir í dag. Ekki missa því, fáum fyrst flottasta lagið á stöðinni í dag. Ó, já. Lost my heart and lost my soul. Now it's time that you won't know. Lost my mind and lost my goal. Þetta lag og Mirrors með Justin finnst mér svona skemmtilegustu lögin í dag. Við hlusta hér á FM 95 Blö. Auðun Blöndal og Sverrir Þór Sverrisson með ykkur til 6 í dag og það styttist ég að við ætlum að spila fyrir ykkur símtal sem við tókum upp fyrir í dag með Hemma Gunn. Svo við hringdum í móðu mína Hafdísi Sveinsdóttur og en þú varst talandi um fjölskyldu, þú varst að segja eitthvað en ég átt að minna það á að pabbiðin sendi tölvupóst. Já, geðislega finnst. Sendir hann þér oft tölvupóst hann pabbiðin? Nei. Ég fæ aldrei tölvupóstur á pabba mínum. Nei, ég bara ringi hann eða eitthvað, ég veit ekki. Já. En það samt skára að fá ekki tölvupóst heldur en að vera að fá eitthvað svona, veist, grín sem á netinu, veist, hundur fastur undir sófa eða eitthvað svona. Já. En þetta, pappi var að senda með þetta, sko. Já. Við vorum eitthvað að spjalla. Já. Og að því að þú varst að tala áðan í Sturlun staðrindum með Michael Jackson, sko. Já. Að það var í fyrsta skipti eitthvað. Sem eftir Billie Jean var fyrsta sinn sem að MTV eftir að það leiðu svörtum artistum að vera á MTV. Já, sem náttúrulega bara fordómar og rasismi alveg út í eitt. Bara viðbjöður. En árið 1900... Breytti tímar. Já, það er breytti tímar. Og það nú ekkert langt síðan, sko. Árið 1905... Já. Þá kom út barnablað. Já. Hérna á Íslandi, sem heitir Unga Ísland. 1905? Já. Hvað er pabbiðin gamallega? Hann var ritstjóri. Hann fekk þetta bara eitthvað. Já, ég veit það. Og þetta er fórsíðan og það er bara útgefandi barnavinir og ritstjóri Lárus Sigurjónsson og þetta er Reykjavík, júlí 1905 og það kemur mynd af svona stelpu, svarthvít mynd svona eins og þetta sé teiknað bara með sko blýjandi eða eitthvað. Já, ég sé það. Stelpu og mynda svona svörtu barni líka. Já. Ok, og svo kemur texti. Svartir menn. Þetta er 1905. Já. Lítið á myndina, börnin góð. Þar sjáið þið það. Sem þið hafið ef til vill aldrei séð. Mynd af svörtum manni. Sum ykkar líkast til jafnvel eigi vitað að til væru svartir menn. En upp frá þessu vitið þið það. Og það er fjöldi til af þeim í heitulöndunum víðsvegar á hnettinum. Þeir eru svartir sökum hitans. Að öðrum kosti myndu þeir sólbrenna og skaðskemmast af sólarhitanum. Í heitulöndunum er hitin margfalt meiri en nokkru sinni hér í norður álfunni. Svartir menn eru kallaðir svertingjar eða blökkumenn. Svertingjar standa langt að baki hvítumönnunum að menningu og andlegum þroska. Sumir eru jafnvel með öllu villtir og lifa eins og dýrin hér og þar úti á víðavangi án nokkurs skipulags og siðmenningar. Þeir eru flestir hjátrúafullir, heimskir og grimmir. Margir þeirra eru mannætur og éta jafnvel hvorn annan ef þeir eru mjög svangir. Hressandi barnablað. Og svo ber undir. Þó er það einkum hvítir menn er til þeirra koma sem fá þau ævilok. Hjá sumum svertingum bólar þó eigi alllítilli menningu og félagslífi. Þetta var í blaðinu. Þetta var 1905. Einhver fullorðinn maður búinn að skrifa svertingja að þeir éti hvorn annan ef þeir eru mjög svangir. Hættu í rugli. Það eru breytti tímar. Breytti tímar, þetta er samt skeri af því að þetta er svo stutt síðan. Þetta er alveg ekki aðlátt síðan, 1905. 1905 og þetta er barnablað?
Þetta hressandi. Þetta var tölvupóstur sem að pappan Sveppa var að senda honum. Ég svo með annan rasisma handa ykkur einn á eftir. Já, frá pappa þínum. Já, frá pappa þínum. Við ætlum að vera í múttu með Hemma Gunn hér eftir, Florence and the Machine. Fannst þið magnuð lesning? Þetta var magnað. Magnuð lesning. Sem betur fer hefur þetta breyst. 957 og Hringtorg í samstarfi við Túborg og Doritos kynna. Karaoke-keppni í Háskólana. Úrslitakvöldi fer fram næstkomandi 50-dagskvöld í Stúdentakjallaranum. Kynnar kvöldsins eru Auðun Blöndal og Pétur Jóhann Sigfússon. Það verður gríðarleg stemming þegar helstu háskóla landsins etja kappi í karaoke-keppni Háskólana. Aðalvelun kvöldsins eru hvorki meira en minna en flug fyrir 3 til Svíþjóðar ásamt miðum á undankeppni Eurovision. Alla nánar upplýsingar er að finna á fm957.is og á Facebook síðu Hringtorgs. Það er Hringtorg sem færið karaoke-keppni Háskólana í samstarfi við Túborg og Doritos. Á hringtorg.is færðu Hringtorgs-appið og allar upplýsingar tilboðin og fríðindin. Sæktu bláa kortið á hringtorg.is. Það borgar sig. Þú ert að hlusta á FM 95 blö, á FM 957. Hversu gott er blátt hrísgrjónunissa? Temdu apa hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Þið erum að hlusta hér á FM 95 blö á FM 957 og við sitjum hér við Sveppi ásamt okkar besta vinn. Hann heitir Hermann Gunnarsson og oftast kallaður Hemmi. Gunn, verður velkomin, Hemmi. Já, þakka ykkur fyrir, elsku drengir, sko. Og þú allar heiður að vera með. Já, komin á FM. Já, nú maður komin í alvöru program. Já, nú hérna stuð og sprell, sko. Já, ég meina það nú ekki endilega. Heyrðu, það ekki ástæðalausi að vera með því hérna. Nei. Við höfum oft gert að leika okkar að ringi í mömmasötta og aðeins að rugla í henni. Og nú erum við með nýtt svona tvist. Við ætlum að ringi í hana og tala hvað hún er ofta að tala þig. Já, sem hún er örglega að gera. Já, örglega. Já, pottið. Og hvað þá þegar hún er búin að rífa flippan af einum, þá er ekki talað neitt nema Hemma Gunn, sko. Og gömlu spólurna sett hann í Ég ætla sko, ég segi við hann, mamma, þú veist að þú varst alltaf að spyrja um Hemma Gunn og eitthvað, hvað er langað að tala við hann. Hérna er hann, og þá bara dýfið þú í og mátt alveg fara að spyrja hann, hvað viltu vita, svona eins og þú trúið því hún sé alltaf að spyrja þig. Já. Ok, herru, þá ringjum við í hana. Hún verður alveg, það verður áhugavert að hlusta á þetta. Hatti, hún Ég hef ekkert verið að spyrja því. Það kemur eitthvað svo. Er hún svona inn í sér í svo auðvitað? Já. Miklu feil. Já, halló. Mamma. Já. Hæ, Dröti. Hæ, skan. Hvað segirðu? Fín. Eða ekki? Jú, er þú? Herri, ég er góður, bara var búið að græja þarna með stöð 2 dæmi. Nei. Er ekki? Nei, ég nenni ekki hangi þessu þjónustu verið í hálftíma. Getur þú ekki retta þessu fyrir mig, krakki? Já, ég skal tala við eitthvað nefn þetta. Já, endilega. Það er ekki að ganga upp. Og svo er ég algjör amatör í öllu svona. Já, ef að Auði rettaði ekki, þá rettaði ég því. Þá hjálpað. Það er hjálpað Sveppi. Ég gerg öllu svona. Sveppi, hann er rosalega handlæg. Gat nú ekki verið að Sonny Boy var að hringja fyrir að þú var fått að vera í læginu með mamma. Það var eitthvað sem hangir á spýtunni. Það hangir alltaf eitthvað á spýtunni, sko. En það er nú ekkert ástæðalausa við Sveppi hringjum í dag. Nó, guðmi góðu, eitthvað hæðilegt. Nei, það er ekkert hæðilegt. Það er bara, manstu, þú varst að tala við okkur daginn hvað þú varst alltaf eitthvað að spyrja út í Hemma Gunn. Þú varst alltaf eitthvað að spyrja hvað Hemmi Gunn, hvernig hann hefði það, hvort hann væri á föstu og eitthvað svona. Var ég að spyrja það? Auði var að tala með alltaf þegar þú ert búin að fá þér í glas, þá fyrir alltaf að röfla fóð mikið hann. Það er eitthvað önnur en ég. Þú varst eitthvað að spyrja daginn eitthvað, hvernig hann hefði og eitthvað svona, það væri svo gaman að fá að hitta hann. Nei, Auðun, ég hef ekkert verið að spyrja hann. Það vill nú bara svo skemmtilega til að hann er hérna með okkur, Hemmi Gunn. Ég hef ekkert verið að spyrja það. Hæ, sælum blessuð. Hann er hérna. Já, blessuð. Hvað segirðu? Er þetta ekki Hatti? Jú. Við erum nú hist, heldur betur. Jú, höfum við hist? Já. Mástu ekki þetta mér? Nú getur þú talað við Hemma. Þetta var að segja mér að þú vildi vita eitthvað meir mig. Nú var það? Já.
Vistu það með þessi strengir, sko, það vantar eitthvað í þá. Já, ég vissi það fyrir löngu og þú hefur ekki vandað þig við þessa framleiðslu. Varstu eitthvað að spyrja daginn, mamma, hvort hann var á föstu? Hemmi, ertu á föstu? Ég veit ekki til þess, en hvað með Haddi, ert þú? Já. Við erum að tala program. Það verður að fara út að borða og kannan málinn. Er ég að fara að kalla Hemma pappa? Það verður aldrei gott á þér. Ég stúta mig. Getur að lána mig pening. Þetta ekki gaman að heyra Hemma? Jó, alltaf gaman að heyra Hemma er alltaf þess. Það er spurning. Það var í veislafmaður, það var mamma og Hemmi. Þú getur ímyndað hvernig partíin eru þá. Hemmi og Haddi í stuði. Ég sé nafni fyrir mér á bjöllunni, sko. Já, segðu, ég get svarað, stráka, það er ekki í lagi með þig. En hvað ertu ennþá fyrir norðan? Er ég fyrir nænen, ég er í bænum. Hún er alltaf í bænum. Já, tókt rútuna bara. Hún er á flugvöld bara. Já, er það? Já, ertu í vinnu núna, mamma? Nei, ég var í frí, ég var að koma að fundin þér á velli. Þú mátt spyrja Hemma bara hverju sem fyrst út með hann, sko. Já, það er ekki opið fyrir öllu, sko. Ég veit að ég hennar bara ekki neitt sérstætt að spyrja hann hennar. Þú varst alltaf að tala og langast að heyri í honum. Strákar, hættið þessu kjaftaðinni. Þú varst eitthvað að segja það. Þið er alltaf að reyna að koma mér út. Nei, mamma, ég veit að Hemmi Gunn, þetta er náttúrulega legend, þú ert ekki að vera feimin núna, spurðu hann bara eitthvað, þú ert alltaf eitthvað að tala við hann. Bara, þetta er bara eðlilegu gaur. Já, Kjælstu virkilega, ég held að Hemmi var eitthvað opnáðu málið. Hvað viltu vita? Ég þarf ekki að vita neitt, ég veit bara að Hemmi er bara mjög skemmtilegu maður. Já, erum við svona sæl? Já, hún er eitthvað feimin. Við verðum að bjóða Sveppa þegar við förum út að borða. Já, takk ég Sveppa með. Sveppa með okkur. Þetta er eitthvað fyrir séð og heilt maður. Hemmi Gunn og Haddi og Sveppi með. Saman á grillmarkanum. Það er fórsíða. En hafðu það gott, mamma, nú ertu alltaf búin að færa í honum eins og vildir alltaf. Ok, ég skan, en það er að rekta mér þessi í þjónustuverðinu. Það er svo annar mál. Það er sendið tíma. Ég heyri þér á eftir í skemsanum. Þú sem takk. Ok, bye. Já, og var eitthvað feimin með Hemman. En já, fyrir þetta það, hún er náttúrulega ekki að byggja það að fá að heyri í honum. Þetta var bara gaman. Hún hafði gert það. Já, þú heyrði á henni. Já, þú heyrði það strax hvernig hún er að bakka út úr. Þetta var... Fínt í með kvöldið. Já, hún hafði að byggja númerið núna. Já, það er bóttið. Það er klárt. Þetta var, já, símtalið mömmu með Hemma Gunn. Æðislegt. Það er yndislegt. Pínulega þetta pásköldu sér búin og svo kósi að þurfa ekki að gera neitt. Ég elska þeir ekki bara leiði upp í sófa og horfa á einhverjum þætti eða eitthvað vitandi að, veist, að það er í lagi að þeir eru frí. Er það að horfa á Forbrydelsen? Forbrydelsen? Nei, þetta var ekki að horfa á það. Ekki? Nei. Það er loka þáttur í kvöld, maður. Nó, ok. Það er bara þjóðin stendur á öndinni. Já, ég á það allt inni, mér finnst alltaf gaman ekki inni þetta. Já, þú er ekki gaman að þessu. Nó, ok. Svona danst gæðaefni. Já, ég fíla alveg danst. Nú, ok. Ég var á myndin daginn og, nei, hún var enda hvað, var hún sænsk, held ég. Já. Þetta jaktin, hún var hrikalega góð með. Thomas Crown, nei, hvað heitir hann? Hann ekki ekki. Hann flottur. Já, æðislegur. Sástu hérna fiskur á þurru landi? Nei, sá það ekki heldur. Framhaldsþættir á RÚV, íslenskir? Nei, ekki búin að sjá það, því miður. Já, þetta er kíkið það líka. Og misti líka af Game of Thrones í gerð, já, hann inni. Já. Og horfa hann einmitt bara á votinu. Já. Sástu Megatíman? Skjá einum? Megatíman, já, með Sola. Já. Sá hann reyndar. Já. Sá ekki allan þáttinn, en... Nei. Ég sá eitthvað af honum. Já, það var svaðal. Það var mikil spenna. Já. Nei. Já, ég er reyndar... Ég horfði á hann með familjínu, sko. Ég hringdi nú ekki, sko. Nei, ég hringdi ekki, en sástu eitthvað hver vann á OB-hjólunu, sástu það eitthvað? Nei, þá voru náttúrulega nokkrir... Sem hringdi inn þá... Já. Svo náttúrulega... Bónushjólið. Já, ég mista bónushjólunu. Já. Hver vann það? Ég man ekki hver það var, sko. Það var einhver áskræðandi, held ég.
Já, sem fekk þá bara fullt af vörum frá Bónus. Já, útættu Bónus, sko. Hann snýr svona hjólinu. Já, alveg eins og í OB-hjólinu. Já. Er það bara annað hjól? Já, það er bara Bónushjólið og OB-hjólið. Okay. Svo er sko, áskrifandahjólið líka. Svo getur unnið alveg ótrúlega fyndið. Það er svona hólf. Já. Þú getur hringt, sko, svo velur þér tölu. Já. Og þá getur þú unnið kannski bara ársbyrðir af tannkremi. Já, ok. Eða, sem er betra, ársbyrðir af bleiu með eitthvað. Nei, ok. Skilur. Já, það er gott að það var börn. Já, mjög gott þannig, sko. Og þá hringir þú inn, sko, eða þú sem sendir eitthvað SMS, sko. Já, til að komast í pottinn. Já, til að komast í pottinn og það er hringt í þig. Já. Skilur. Er einhver á línunni? Já. Já, ég er hérna. Já, þá er eins gott að vera tilbúin að svara, sko. Já. Og þá getur unnið fullt af flottum vinningum og líka fullt af svona skrýttum. Já. Þetta er svona og svo er stafarugli líka. Já, það var hvað, það var páska eitthvað, ég er búinn að ná páska. Já, páskalamb. Það var páskalamb, já. Já, þannig að sko, þetta er klukkutími vinningum bara, endalaust. Já, bara veistlega. Mér finnst alltaf gaman að stilla á eitthvað sjónvarpsþátt sem er sponsaðari heldur en 70 mínútur voru. Það er afrek fyrir sig. Já, það er alveg rétt, sko. Já, þarna og meira sér, og það er alltaf skemmtilegt, að þið eru páskar, það voru miðvikudaginn, að það var alveg sama hver hringt inn, fengi allir páskagnum í 7 frá Nóa. Já, það er þetta fallega gert. Og Dóminusveislu. Og Dóminusveislu. Já. Það er ekkert að spara. Það var líka, sko, Já, það er ykkur á línunni. Já, varstu búinn að reyna að ringja átt inn? Nei, ok, en sólinn náttúrulega toppar, þetta var alveg fínt, er ekki börniðin gaman að þessu? Jó, þau voru alveg vitlaus í þetta, dóttir mér var alveg ólm að ringja á. Akkur leiðin ekki ringja, er það svona nískupappi eða? Nei, ég dreg allt í efa og ég sagði við hann að við skulum bara horfa hérna á þennan fyrsta þátt. Sjá svona út af hvað það gengur. Og ringi kannski næst bara. Við skulum ekki fara ana út í neina vitleysu. Horfum á hvernig það gengur fyrir sig og svo á ég nú örugglega eftir og ég meina, ég veit ekki hvað ég er búinn að kjósa oft í Eurovision fyrir hana, sko. Já, það er líka alltaf. Hún var alveg vittlaus í Eurovision. Já. Það fáið að ringja líka. Kjósa Unni Eggers maður. Já, það er að fyndið því að Hafdís hennar, litla frænka mín, hún kaus hana mitt líka. Já. Í Rósindur, ég var heima á Mæju. En það komst hún áfram, það var svona, hvernig var þetta lagið, mann ekki, er það ekki með það? Það er örugglega. Jó, það er til þetta. Það var mjög, bara hressandi lag. Já, það var svona. En svona í lokinu á öllum þessum umræðum sjónvarpsþættum páskana, hvað er upp á sjónvarpsþáttunum að sveppa gullu líta? Hvað finnst þér skemmtilegast að horfa á? Sko ég ekki neitt sérstakt, sko. Er það ekkert bara síðan þú varst mesti 24 fíkil sem ég vissum? Jó, ég er náttúrulega að horfa það og svo horfði ég á Homeland og tek svona einu séri. Ég er samt ofta lélugur, sko. Já. Ég er lélugur í seríónum. Í glápinu? Já. En ég reyni yfirleitt að horfa á allt sem er íslenskt. Já, ok. Það er snudd. Mér finnst það skemmtilegt. Já. Ég hlakka mikið til að horfa á Game of Thrones. Það er frábærlega. Þú ætlar að koma þér inn í það er snild. Svo er Suits geggjað þetta. London was completely destroyed. FM 957 kynir stórmyndina G.I. Joe Retaliation 3D. We only have 24 hours to stop the next attack. Einn flottasta spennumynd ársins með Bruce Willis, Dwayne Johnson og Channing Tatum. Let's get to work. FM 957 býður á sérstaka forsýningu 5. daginn 4. apríl. G.I. Joe, let's get to work. Fylgstu með á FM 957 og þú gætur unni miða. Yeah. G.I. Joe Retaliation 3D. Frumsýnd 5. apríl land allt. Það hefur aldrei verið jafn hagstætt að vera áskrifandi að Stöð 2. Nú kynum við nýtt og öflugra fríðindakerfi í Stöð 2 Vild. Sjálfvirka afslætti beint í vasa áskrifanda. Veldu þann sem þér þykir bestur. 12% afsláttur alla daga hjá Ósushi, Pósthússtræti og Borgartúni. Tilboðið gildir aðeins ef greitt er fyrir 2000 krónur eða meira. Virkjaðu öll kreditkort fjölskyldunar á stöð2.is. Stöð 2 Vild. Vild er snilld. Háskólagáttin er splunkunýtt aðfaranám við Háskólann á Bifröst sem heitir aðgang að háskólanámi. Engin skólagjöld. Háskólagátt.bifröst.is. Hraðpenningar. Send okkur SMS í 1917 þegar þú þarft lán. Hraðpenningar. Betri þjónusta. Eigum yfir 100 gerðir af fartölvum og spjaldtölvum frá Toshiba, Asus, Apple og Acer. Komdu á Suðurlandsbrautina og skoðaðu það nýjasta og flottasta á lægra verði. Tölvulistin.
FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Ég er með gleði fréttir, kæru hlustendur, fyrir ykkur sem fylgist með fótbolta. Það er meistaradeildin í kvöld. Paris Saint-Germain er að spila á móti Barcelona og ég var að sjá það hérna á Twitternum að Sir David Beckham byrjar inn á Paris Saint-Germain. Þannig að það er veistla. King Sir. Ég held með Barcelona hana. Já. Ég verð að styðja Beckham minn maður. Ertu eitthvað bilar? Nei, það er enda hrikalega gaman að vera með Messi og Beckham inn á í samanleika. Þetta er náttúrulega tveir frægustu fótboltamenn heims í dag og Cristiano Ronaldo. Svo er Zlatan þarna líka og þetta verður svaðalegur. Zlatan Ibrahimovic. Það er rétt þér, skemmtilegt hvernig þú segir Ibrahimovic. Er þetta ekki hann? Já, Zlatan Ibrahimovic. Hvað? En maður segir Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic? Já, ekki Ibrahimovic. Það sé kælega að segja hvað hann heitir. Það er rosalega góður að segja fótboltanum. Lionel Messi. En veistu, það var nú Eiður Smári, hann sagði okkur að Lionel Messi var skýrður Lionel Messi. Já, í höfuð á Lionel Richie. Já, af því að mammans Lionel Messi dyrkaði Lionel Richie. Já. Og þessna var hann skýrður Lionel. Og þetta er stjórnlega staðrind rétt fyrir 6. Já, hann veit að þetta ekki allir. Ó, nei maður. En hann líka áttu út úr högg að sækja. Messi? Já, hann þurfti að hann fór á svona hormóna og stera til að stækka og svona. Og bygg og lítill. Já, dvelli. Já. Við hann er bara alltaf fyndið að það eru margir sem að hafa líkt okkur, mér og Messi, að ég er í bolta og svona og hvað svipur er þetta? Nei, bara kláraði þetta. Sjöfulegt stiktur maður. Ég er að segja þér þetta. Já, margir sem hafa líkt þér og Messi saman, ég sé þið í fótboltasverðu, ég er samt kannski ekki besti fótboltamenn í heimi, en ég og Messi, við erum með þyngdarpunktinn á sama stað. Já, svona hann er rosalega lár hjá okkur. Ó, já, og það er mjög gott í boltan. Og samakvort út innan húsi og gerðugrasið úti, að ég á það til. Það eru margir, ég er náttúrulega lítið ekkert út fyrir að vera góður í fótbolta, en þegar ég byrja, þá er ótrúlega margir, ég kom alltaf til mig. Akkur kom ennaðna? Akkur ekki kom ekki bara, ég lítið ekkert út fyrir að vera góður í fótbolta? Já, we need a bird. Það þarf að koma. En, þegar ég byrja að spila fótbolta, með einhverju svona liði, kem og fæ að prófa og svona, og allir alveg, viltu koma í bolta? Já. Svo kem ég, þá er allir bara, þetta segður maður. Já, ég hef oft spilað fótbolta með þessu uppi, sko. Þetta er satt! Eina sem þið Messi er sammeðilegt að þið eru sjaldan meittir, þú meiðist ekkert mikið. Jú, þú meittist náttúrulega neitt sumar þegar þú varst að spila með IR og dasta bekknum. Annars hefur ekkert verið mikið meittur eða það. Þetta var því að myndir ekki. Auðvitað með því líka skemmtikraftur. Þetta var þessu, það var fínt. En áttu einhverja leikið meistaraflokk? Nei. Nei, þú hættist nema. Ég fór í handboltan. Var í handboltanum. Já, þú átt leikið meistaraflokk í handbolta. Já. Hvað varstu gamall þú rættir í handbolta? Ég er ennþá að æfa. Já, ég veit hvernig svona, þú veist. Ég er ennþá. Já, ok. Nei, ég var að 23 eða eitthvað, þú veist, ég var í FB eða eitthvað. Já, ok. Tók skemmtana lífið þinn. Alveg svona, samt verið það lengi? Já, ég var mjög lengi og var alveg... Það er bolti í okkur í kvöldin, þú ætlar ekki að mæta. Þannig ég fæ ekki að sjá Messi í takt af þér. Nei, gæti minn, ég þarf að vera heima. Simmi Vill ætlar ekki heldur að mæta þannig, þetta getur verið skemmtilegt. Nú? Hvað er á honum? Ég veit ekki, hann meldaði sig allavega út. Ok. Ekki það að Simmi sé ekki skemmtileg, hann er bara kolrugglaður í innan úr fótbolta. Já. Ef einhver gerir mistök, hvað fær maður að heyra það? Já, hann er alltaf reiður. Hann er alltaf brjálaður. Hann þarf að læra að hafa gaman að þessu. Já, ég nefnilega tók þann pól í hæðinni árið 2004. 2004, var það ekki apríl? Jú, 4. held ég, frekar 5. Að hlusta aldrei á Sigmar. Sérstaklega þegar... Ekki nema þegar hann er á bylgjunni. Já, nema bara á bylgjunni. Ef hann er í fótbolta eða eitthvað svona, verður eitthvað að segja eitthvað, að æsa sig, að segja Sveppi, þetta verður að taka, þá bara, ég heyri þetta ekki. Já, ok, þetta fyrir bara inn með eitt og út með eitt. Já, þannig að fyrir mér er Simmi alltaf frábær náungi. Já, það eru 3 einstaklingar sem að ég hef verið með í fótbolta sem að eiga það sammeilegt að vera, þetta er allt bara góðir félagar mínir og já, veistu, ég meina, Simmi er náttúrulega bara einn af mínum betri vinum. Já, og bara uppeldisfélagi. Já, en það sem fagnar, ekki uppeldis, en svona, veist, góður vinur, af því að Ívar Guðmunds er inn í þessu, ég myndi ekki fara svo langt að segja að Ívar Guðmunds væri góður vinur minn, en góður félagi, að þarna eru 3 menn, það er Jón Gunnar Geirdal, Ívar Guðmundsson og Sigmar Vilhjálmsson. Þannig ertu með 3 topp einstaklinga, toppmenn, en breytast í einhverju villi bara gelti fyrir eru komnir inn á fótboltavöll og eru bara ekkert sömu manneskur. Nei, en sko 2 af þessum, sko Ívar Guðmunds
Hann er svona rugglaður. Hann er hataður í utandeildinu, sko. Já, þeir eru hættulegir. Já. Jóngun er óttalegt bara bacon, sko. Hann er rugglaður. Já, hann er svona rugglaður, hann kann alveg boltan, en hann er óttalegt jógurt hann. Skilur, hann er svona allur mjúkur og allt það, sko. En það er líka hérna besta með Ívar Guðmund. Það var eitthvað sem sagði með þess að sögu ekkert mann. Það var bara hérna, að þetta kemur öllu svo óvart. Bara búin að hlusta á hann á bylginu, bara þessi rólindis maður með lokuð augun og kósi. Svo bara mætti hann á vellinum og tók og sparkaði í hnéðanum þegar dómarinn sá ekki. Alveg snar geði eitthvað. En það kom með að læginu á leiðinni heim. Já, ég þarf að fara. Ertu farið? Já, þú ert hérna með veganstrák. Erum við að kveðja bara? Já, ekki. Nú, ætlum við að kveðja bara á læginu á leiðinni heim. Já, gerum það. Rikki komin, látum hann taka restina. Já, Rikki mættur og Sveppi var nú búinn að biðja um að fá að fara aðeins fyrr. Já, vá, shit, ég kennst 10 mínútur í 6. Já, hvað það er? 10 mínútur fyrr. Rétt. Til að enda hins vegar á leiðin heim. Já, ég er nefnilega ekkert búinn að hafa puttan í því. Nei, en ég er samt svona eins og síðast að setti ég Karma Police á fyrir þig. Já. Ég er svolítið að leika mér að þér, eða svona að gera þetta fyrir þig og hlustundur að sjálfsögðu. Okay. Og ég veit að þú kemur til með að fíla þetta lag. Ég minni á þáttuna á morgun, þá verður við Pétur Jóhann Sigfússon mættir hér klukkan 4. Takk vel á móti Rikka G, hann er mættur hérna, var að segja okkur að hann hefði verið vel blautur alla páskana, þannig að farið vel með hann. Og við heyrjumst á morgun, takk kærlega fyrir hlustunni í dag, Sveppi. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Hann er þungur potturinn í Víkingalottóinu. Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. Hraðpenningar. Send okkur SMS í 1917 þegar þú þarft lán. Hraðpenningar. Betri þjónusta. Það er alltaf hægt að byrja upp á nýtt. Háskólagátt við Háskólann á Bifröst er frábær kostur fyrir þroskað fólk sem vantar bara stúdentsprófið. Háskólagátt.bifröst.is Ómissandi leikir í sterkustu deild í heimi. Meistaradeild Evrópu í beinni á Stöð 2 Sport. Fyrri leikirnir í 8 liða úrslitum. Paris Saint-Germain, Barcelona og Bayern München Juventus í dag klukkan 18:30. Tryggðu þér áskrift í síma 512 5100 eða á stöð2.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Hversu gott er brúnt karamellunissa? Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmár á 1. Topp tónlistastöðin FM 957.